Það stendur skrifað að í upphafi skyldi endinn skoða og við hjá Samtökum atvinnulífsins erum stolt af því að vera ásamt Viðskiptaráði Ísland og Nasdaq útgefendur leiðbeininga góða stjórnarhætti, en leiðbeiningarnar voru fyrst gefnar út árið 2004. Þær hafa verið endurútgefnar með reglubundnum hætti og tilgangurinn hefur alltaf verið sá að mæta áskorunum samfélagsins á hverjum tíma. Gott dæmi viðbrögð við slíkum áskorunum fylgirit tilnefninganefndir sem nú fylgir leiðbeiningunum, enda hefur umræða nefndirnar verið afar fyrirferðarmikil á síðustu misserum. Leiðbeiningarnar eru ekki eiginlegt regluverk, heldur miklu frekar leiðbeinandi viðmið sem afurð samtals hagsmunaaðila. Þannig felast verðmætin ekki aðeins í viðmiðunum sem slíkum, heldur ekki síður í samtalinu sem þær geta leitt af sér. Leiðbeiningar stjórnarhætti hér á landi eru áþekkar í öllum meginatriðum og eru sambærilegar því sem gengur og gerist á Norðurlöndunum og þannig hafa þær gildi fyrir okkur utan landsteinanna og hafa áhrif á ímynd okkar í alþjóðlegu samhengi. Reglurnar eru vissulega umfangsmiklar og þær taka á mörgum atriðum. Þær eru hins vegar ekki ófrávíkjanlegar. Hvert og eitt fyrirtæki verður að sníða sér stakk eftir vexti og muna að það mikilvægt að geta vikið frá tilmælum leiðbeiningana eftir því sem aðstæður þarfnast hverju sinni. Það að segja, eftir því sem fylgið eða skýrið reglan mælir fyrir Á Íslandi eru samt sem áður vísbendingar að fyrirtæki veigri sér við að víkja frá leiðbeiningunum með skýringu. Inntak leiðbeiningana hins vegar að stjórnir fyrirtækja meti og skoði með gagnrýnum augum hvernig leiðbeiningarnar best við hjá viðkomandi fyrirtæki og leggi þannig sjálfstætt mat á hvort fyrirkomulagið skynsamlegt eða réttlætanlegt. Það eru stöðugar áskoranir sem íslenskt atvinnulíf stendur frammi fyrir og það gerir kröfu nýja nálgun, ný viðmið og nýja starfshætti. Fyrirtækjum nægir ekki lengur að fylgja bara lögum og reglum, þau verða að ganga lengra þegar kemur að siðferði, gildum og samfélagsviðmiðum. Góðir stjórnarhættir eru þannig öflugt verkfæri sem gagnast fyrirtækjum í samtölum sín á milli, í samtölum við fjárfesta og síðast en ekki síst í samtali við samfélagið allt.